Við litum við hjá kraftmiklum mæðgum í Grundarfirði. Þær Bibba og Helga reka saman þvottahús og mjög fjölbreytta búð. Svo fjölbreytta að ég held svei mér þá að þar fáist allt milli heimis og jarðar, nema reyndar hjálpartæki. En hver það reyndar meiri gleði en garn og gúmmítútur geta gefið. Þú byrjaðir eða ekki í bílskútum heima hjá þér, eitthvað með Gallerí Kind. Hvaða konsepti var það? Það var til að reyna að ná í skemmtiferðaskipin. Já. En reyna að selja þeim eitthvað sem farþjóðanum þar. Og hvaða þema varstu með þar? Það var bara kind í kápu að vera með. Ég ætlaði að fara út í stóran business að spinna ullina og prjóna úr því. Já. En svo bara þegar ég keypti þvottahúsið þá hafði ég ekki alveg nógu mikið tíma. Gallerí Kind, sem sagt, þá varstu að nýta afurðirnar sem koma af kindunum ykkar. Og ég var líka með garn og lópa vöru til sölu. Já, eins og ert með hérna. Já, var bara að reyna að búa mig til vinnu heima í bílskúr. Já. Sem gekk alveg ágætlega þangað til að ég fekk þessa skyndi hugdettu að kaupa þvottahúsið. Hvernig vildi það til? Það var bara verið að tala um að þetta fara að loka því og okkur ég myndi bara ekki kaupa og við hendum bara tilboði og 15. nóvember hendum við tilboði og við vorum byrjaðir hérna 1. desember. Það gerðist mjög hratt og ég sagði bara við dóttur mína, ég vil kaupa þvottahúsið og þú verður með hendi. Varst ekkert efins þegar hún baði að vera með í að kaupa þvottahús? Jú, eiginlega pínlítið af því að ég var bara í hlutastarfi á dvalarheimilinu og hefði svona viljað fá meiri vinnu, þú veist, kannski þar. Svo bara hringdi hún í mig og sagði bara að við erum að spá í að kaupa þvottahúsið. Bara lýsir henni alveg fullkomlega hvatvís.is. Það hefur nú ekki verið slæm ákvörðun að gera þetta, því mér finnst þetta frábært. Og hún aðallega samt núna því að ég hef búin að vera að slæsa mig aðeins á kindum, þannig að... Já, garnið að kostaði svolítið penning, þú ert búin að brjóta þig eitthvað á hlaupum. Já, ég brjóta mig tvisvar mjög illa út af rollu, en ég ætla samt að halda ára með eiga rollur. Þvottur, þetta er ekki bara venjuleg svona lín þvottastöð. Þið eruð að leigja, eða ekki? Er þetta ekki eitthvað öðruvísi aðeins? Þetta er rauninni þvottahús, fatarhreinsun og verslun. Við erum með þurrhreinsun líka, nýbúin að kaupa nýja vél og svo erum við að leigja út hrein rúmföt og handklæði og tökum við tilbaka óhrein. Þannig að gistiheimili og hótel geta skipt við ykkur alveg bara þið sjáuð línu frá til lög. Hefurðu séð eftir því á einhverjum tímapunkti með þvottir? Nú finnst flestum svona alveg, þvottur. Er þetta allt öðruvísi þegar þetta er svona iðnaður? Já, þetta er bara mjög góð aðstæð til að brjóta saman og þetta er mjög gaman. Það vekur svolítið athygli þegar maður kemur inn hérna, að þá er þetta svona ekta, svona, ég veit ekki hvort það er rétt orðið að segja kaupfélagsstemming. Mér finnst einhvern veginn eins og fáist allt hérna. Þú ferð úr sko einhverjum nýjum trolls litabókum yfir í sauðfjárklippur, gúmmístífvél, netarhringir. Þú veist, er eitthvað sem fæst ekki hérna? Fatalitir? Já, við erum ekki komin í hjálpartækin. Já, ok. Og það verður ekki allavega ekki á minni vakt, sko. Veit ekki hvað unga kynslóðin gerir. Það er alltaf eitthvað sem ekki fæst, en við hugsaum bara, við byrjum með tóma búð, hvað vantar dagsdaglega, hvað ert ekki að fara og sækja Reykjavík. Svo bara ef einhverju vantar eitthvað, þá bara pöntum við það og svo kannski eitthvað aðeins meira í kringu það og þróaðist bara svona út í það sem er komið. Sumum finnst allt of mikið inni og vilja ýkja uppstillingar. En við þurfum bara út á landi að þrínýta hvert hillupláss. Ert þú að kaupa inn hérna? Við svona saman svolítið, þú veist. Hún náttúrulega hefur aðeins svona puttana í þessu líka. Þannig að við erum svona bara að reyna að finna út hvað selst best. Náið að hafa innsýn yfir, bara herði, við höfum bara 4 endurskinsmerki eftir og 2 sauðaklippur og 8 fatalið, hvernig? Já, af því að oftast við reynum þegar við vitum að eitthvað er að klárast, þá reynum við að skrifa það niður þannig við séum bara annarkvort með það klárt næst þegar sölumæðurinn kemur eða getum pantað ef það vantar. Þannig að við svona reynum að hafa smá skipulag á því, þó að það sé kannski ekki, þú veist. Ég held að þetta sé svona eins og skrifborð, þegar sumum finnst það virka eitthvað kaos, en þetta er í rauninni allt skipulagt. Já, en eigandi skrifborð sem veit nákvæmlega hver einasti pappír er. Það er nákvæmlega þannig. Þannig að oft kemur fólk inn og bara býtu átti ekki þetta. Jú, það er bara þarna á vísum stað. Eru þið með eitthvað ákveðin kunnahópi, er þetta bara alls konar kunnar? Þetta er alls konar, þú veist, þetta eru iðnaðarmennir að koma og kaupa hérna, þú veist, kíti og nagla og svona og svo eru prjónakonurnar að koma og kaupa garn og fólk eru að koma og kaupa afmælisgjafir fyrir börn og þú veist, bara jólagjafir og allt mögulegt. Það er líka stundum eins og kannski á sumri þegar er fólk að koma inn sem hefur ekki komið. Það er bara býtu, ertu með nagla þarna og garn þarna og býtu þarna er Frozen og þú veist, flestum finnst þetta mjög skemmtilegt.